Þegar að Palestínumaður skvettir málningu á ljósmyndara Morgunblaðsins, að þá það bara byggt á því að já, nei, það nú ekki árás, bara eitthvað fólk sem var að tala það að einhver orðatiltæki væri jafnvel ofbeldi og annað, þá kemur sama fólk núna í sínu prinsipsleysi út af því að þeir vilja dyggðaskreita sig með því að vera í einhverjum myndbirtingum á internetinu og færa rök fyrir því að það að skvetta málningu á annað fólk sem með búnaði upp á margar milljónir utan á sér, það nú ekki árás. Þetta náttúrulega, við erum sammála hana, ég veit það. Við erum algjörlega stjórnlaust galið. Sko. Ég alls ekki hlynntur því að menn beiti þessari aðferð. Þannig að þú fordæmir þennan Palestínumann, ekki? Ég ætla ekki að fordæma hann. Þetta ágætis maður. En hann á við mjög erfiðar aðstæður að búa, hann Palestínumaður. Og það, sko, þjóð sem búið að kúa svona endalaust. Þú verður að skoða þessi mál í því samhengi að þannig fólk sem að horfa upp á ástvini sína drepna í hrönnum og þá náttúrulega ef að þú værir staddur í þessari aðstöðu það væri kannski ekki alveg sama afstaða sem þú hefðir í dag. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.